Kristófer, Valur komnir í undanúrslit bikar. Hlýtur að vera sáttur með að vera komin allavega á þennan stað með liðið? Hvað sér, hvernig? Hlýtur að vera sáttur að Valur allavega komin á þennan stað? Já, algjörlega. Við náttúrulega var þannig sé engin bikar í fyrra nema þetta mót sem var hérna fyrir tímabil og það finnst mér stórt fyrir að vera að koma með klúbbinn þangað og ég var einmitt út í húsi án og labbaði fram hjá veggnum og ég held að það stóð 83 sem unnið síðast bikarinn og við náttúrulega gerum bara alveg að titlinum í ár og erum að spila við hörkulið en okkur finnst þótt að við náttúrulega kannski mistuðum okkur svolítið í leiknum í deildinni fyrir helgi að það náttúrulega nýr leikur á morgun og við erum bara bjartsýnir með það. Eins og þú segir, þeir vinna ykkur samfærandi í deildinni. Hvernig, þú veist, bara svona fyrir leikmann og leikmenn, ég meina, það ekki strók út svona reynslu? Jú, maður þarf náttúrulega bara að vera fljótir að gleyma. Eins og segja, morgun bara 0-0 og það bara tip-off og auðvitað það er náttúrulega erfitt bara að vinna sama lið tvisar í röð. Við náttúrulega vorum búin að spila við á tvisar fyrir leikin í deildinni og búin að vinna á tvisar, þannig að það er ekkert gefið að fara og vinna sama lið í mörgum sinnum í röð og en við veitum náttúrulega bara að við þurfum að spila töluvert betur en við gerðum í síðasta leik og ég held að menn kannski ná að finna svona aðeins meiri orku heldur en gerði í deildarkeppninni heldur en fyrir undanúrslit bikarinn. Hvernig er stemmingin í Austurborginni? Býstu við mikið að rauðum og hvítum í stúkunni? Já, ég vona það náttúrulega. Handboltinn er nýbúinn að vinna núna tvöfalt og ég held að sé stemming fyrir fleiri bikurum og við vona að fólk gerir sér ferð í Kópavogi og komi og styðji bakið okkur. Frábært, takk.